Gaman að sjá ykkur. Verið velkomin. Ég heiti Sveinn Margeirsson og mér langar að byrja svona á því að bjóða ykkur velkomin. Það eru ekki margir hérna í þessum sal. Því miður, það er eins og gengur. Þekkjum það á þessum áhugaverðu tímum sem við lifum. En það eru ýmsir að fylgjast með á netinu og mér langar að bjóða þau velkomin líka. Með mér hérna er Sesselja Bardal. Sesselja, þú ert framkvæmdastjóri Eims, er það ekki? Passar. Já. Og þú ert verkefnastjóri NÍN, passar? Jú, það passar. Ég er verkefnastjóri í nýsköpuninni í Norðri og sveitastjóri í Skútustaðahreppi sem að fer að líða undir lok. Menn ákváðu bara sameina tvö sveitafélög þegar Við ætlum ekki að tala um það samt. Nei. En hvað erum við að fara að tala um? Þessi salur til dæmis. Já. Hvað er þessi salur eiginlega? Herðu, okkur langt. Þessi salur í fyrsta skipti er einhver svona viðburður eins og þessi í þessum sal. Við erum í þekktu húsi sem er bara hérna bláa kannan. Við erum ekki í bláa könnunni en við erum í hæðinni fyrir ofan bláa könnuna. Og við erum heppin að fá að vera með svona eiginlega víja þennan sal í dag af því að hér á að vera svona vinnustofa fyrir fyrirtæki og frumkvöðla. Og við erum bara ótrúlega spennt og hlökkum til að fá að fylgjast með því verkefni. Þetta er sannkallað frumkvöðlaverkefni og sem hann Bjarki Ásbjarnarson og Kjartan Sigurðsson eru að starta. Og já, það er bara gaman að segja því og við takk fyrir að leyfa okkur að vera hérna í dag, Bjarki og Kjartan. Algjörlega, takk kærlega. Bara það skiptir miklu máli fyrir vaxtarrýmið og við erum hérna á loka viðburði vaxtarrýmis. En Sesselja, hvað er eiginlega vaxtarrými? Já, vaxtarrými er svona viðskiptarhall fyrir frumkvöðla sem eru komin með teymi, eru komin með svona, já, meira en hugmynd. Þau eru komin með vöru, þau eru jafnvel byrjað að framleiða vöru og vaxtarrýmið er að hjálpa þessum teymum að annaðhvort koma vörunni á markaðssetja hana, ná í meira fjármagn. Það er það sem við höfum verið að gera síðastliðin 8 vikur í vaxtarrýminu. Og stjörnurnar sem eru að fara að stíga hér á stokk í kvöld eru geggjaðar. Ég er alveg vandræðilega spennt fyrir því. Og þau eru búin að æfa sig og vinna, ekkert bara æfa sig, þau eru búin að vera að vinna hörðum höndum í síðastliðin 8 vikur. Og mörg fyrir náð mjög miklum árangri sem verður gaman að heyra frá þeim og eftir. Þannig að en vaxtarrými er líka hluti af norðanátt. Og við erum í norðanátt og það er fleira gott fólk í norðanáttinni. Það er hún Anna Lind sem kemur frá SSNE og það er hún Kolfinna Kristínardóttir sem er frá SSNVAF. Það er hún Svava Björk Ólafsdóttir sem er frá RATA og svo erum við með hann Stefán Pétur frá Hraðinu á Húsavík. Og þetta er alveg svakalega öflugt teymi sem við í rauninni lítum á okkur sem svona, já, vísir af klasa, nýsköpunarklasa á Norðurlandi. Og norðanátt er samanstendur af 4 viðburðum sem eru svona hringrás og grípur frumkvöðulinn á mismunandi stigum hugmyndar. Og vaxtarrýmið er einmitt á kannski öðru stigi þar sem þú ert að reyna að fara lengra og komin vera á markað eða fleira. Svo í febrúar-mars ætlum við að vera með fjárfestahátíð og tengja þá þessi 8 teymi og fleiri sem eru komin á það stig að þau geta að fara að tengja sig beint við fjárfesta. Þannig að þetta er bara ótrúlega spennandi vettvangur og við hefðum ekki getað gert þennan vettvang nema með aðstoð atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og lóustyrknum. Þannig að ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir stuðninginn og bara þetta er svo spennandi að sjá hvert þetta mun svo leiða okkur áfram. Algjörlega. Og það er auðvitað eins með landshlutasamtökin, SSNE og SSNVAF. Myndist á Kolfinnu og Önnu Lind. Búið á ótrúlega magnað að upplifa kraftinn í rauninni sem hefur verið í þessu teymi. Og ég held að skipti miklu máli með að við erum að vinna þvert á Norðurland. Það er ekki bara Norðurland eystra, Norðurland vestra. Við erum líka að vinna þvert á kannski einingar sem hafa ekkert alltaf verið svona kvikar. Og ótrúlega gaman að fylgjast með og maður ég upplifði mig bara sem gamlan kallstundum þegar maður upplifði bara kraftinn í kringum teymið og kringum liðin sem ég hlakka virkilega til að sjá hérna á eftir. Þannig ég held að skipti rosa miklu máli og mér bara langar til að nefna það að svona sterkir leiðtogar innan
þessara eininga, SSNE og SSNVAF, sem að þora að prófa að fara út í kannski pínu nýja hluti, prófa vaxtarrými og norðanátt, og það er ekkert alltaf hlýtt í norðanáttinni, en hún er samt rosa svalandi, þannig að það er gott að hafa hana. Já, algjörlega. Og talandi leiðtoga, þá fengum við hérna tvo öfluga leiðtoga, 2 konur, til þess að svona setja formlega þetta loka kvöld okkar í vaxtarrýminu. Og mér langar til þess að byrja að kynna fyrstu konuna. Hún er hérna stjórnarformaður SSNE, hún er frumkvöðull, hún er líka hérna situr í sveitastjórn, og hún er mögnuð kona og hún brennur fyrir því að byggja upp hérna öfluga landsbyggð og Norðurland, og við bara bjóðum velkomna á svið Hildi Jönu Gísladóttir. Gjörðu svo vel. Komið heil og sæl og gaman að vera með ykkur, kæru þáttakendur og líka aðrir gestir. Þetta er náttúrulega dálítið magnað að fá svona kynningu. Þess vegna kannski held ég að ég vilja helst byrja á því að segja ykkur frá því að árið 2008 var ég fréttamaður á RÚV og missti vinnuna í hruninu. Ég man eftir að hafa hlaupið hérna eftir göngugötunni grátandi með hór og slef. Ég get alveg sagt ykkur það. Fór síðan og hitti vin minn hérna hinum megin við götuna sem var með sjónvarpsstöð sem heitir N4 sem var orðin gjaldþrota og var ekki lengur útsending, og spurði hvort hann gæti eitthvað, þú veist, ég gæti nú ekki verið bara í ykkur aðgerðarleysi og þunglindi. Og úr varð að við fórum saman og fengum styrk í gegnum Vinnumálastofnun svo ég geti farið að vinna þar. Og ég get alveg sagt ykkur á þessum tímapunkti leið mér eins og kúkurinn í lauginni. Og af hverju byrja ég að tala um þetta? Það er vegna þess að nýsköpun og frumkvöðla umhverfi og það að vaksa verður svo oft í gegnum mótbyr, í gegnum árekstra, bæði persónulega, faglega og markaði. Og þegar maður hugsar nýsköpun ekki síst í dag, þá eru svo brjálæðislega margar áskoranir. Tíminn líður svo fáránlega hratt á gervinhalda öld eins og sagt var, og við horfum á áskoranirnar sem blasa við okkur. Það er brjálæðislega hröð tækniþróun, stafræna byltingin, maður nær varla að hlaupa á eftir henni, breytt aldurssamsetning þjóðarinnar, byggðamálin og svo framvegis, það er allt einhvern veginn að breytast, svo ég tala nú ekki loftslagsbreytingar. Allt þetta eru stundum meiri segja dálítið yfirþyrmandi áskoranir, og hvernig ætlum við að leysa þær? Og mér var svo áhugavert, einhver sagði einhvern tímann að maður geti valið að vera svona eins og laufblaði í læk sem maður myndi bara renna ljúflega eftir einhverjum farvegi og sjá svo bara hvar maður myndi enda og vona að það yrði bara á dálítið fínum stað. Hinn valkosturinn væri að standa upp í þessum læk og sjá hvert við værum að stefna, horfa yfir sviðið og sagt, er þetta örugglega leiðin sem ég vil fara, hvort sem sem manneskja eða sem samfélag eða það sem ég er að vinna og starfa við. Með þessari yfirsýn þá nefnilega getum við tekið ákvörðun hvort og hvernig við viljum breyta framtíðinni. Og ég ætla kannski að vera pínu dramatísk, ég trúi því í alvörunni að betra mannkyn og betri framtíð verði til í gegnum farveg nýsköpunar og þróunar. En síðan kemur að því ég fer inn á N4 og starfa þar í 9 ár, kannski verð framkvæmdastjóri þar, fyrsta kona sem verið sjónvarpsstjóri á Íslandi sem ég þykir alltaf svolítið vænt og þar voru á endanum við 18 starfsmenn og eins og flestir vita sem hafa unnið í að reka fyrirtæki að þá er þetta böl og basl, langoftast og bara ótrúlega erfitt. 24/7 einhvern veginn alltaf með ástríðuna, kraftinn, en svo komu þetta tímar þar sem þetta er bara dálítið meira en að segja það. Eftir þessi ár þá var komin tími til þess að ég færi og mér langaði til að takast á við það áskorun að fara og bjóða mig fram í sveitastjórn. Og með þessa reynslu í farteskinu upplifi ég að ég geti mögulega haft meiri og jákvæðari áhrif á umhverfið mitt. Af því að þráttur að þeir sem að leiða okkur áfram séu einmitt frumkvöðlar, fólk eins og við eru hér í dag, þá verður þeirri opinbera bæði ríki og sveitafélög að skapa umgjörð og aðstæður fyrir aðila til þess að þróast og þroskast og dafna. Og ég veit að þetta er mjög sérstakt áhugamál hjá mér en ég hef alveg brjálæðislega gaman af stefnum og aðgerðaráætlunum
Ég veit að hljómar ekki eins og eitthvað til að lesa á föstudagskvöldi, en eitt af því magnaða sem að ég held að ég hef ekki sett mig inn í þegar ég var í atvinnulífinu, það var hvað til mikið af verðmætum gögnum í gegnum áætlanir og í gegnum stefnur, hins opinbera oft unnið af miklum sérfræðingum, þar sem eru greiningar, gagna og tölulegar upplýsingar og svo framvegis, af því að bæði ríki og sveitafélög eiga að veita ákveðnar upplýsingar. Mér langar að benda ykkur á nokkrar sjúklega skemmtilegar stefnur sem er nýsköpunarstefna Íslands, klasastefnan, atvinnustefnan, ræktum Ísland, mjög áhugavert tengt landbúnað og ekki síður tengt okkar svæði og svo auðvitað sóknaráætlun. Og ég ætla kannski að enda svolítið á því að sóknaráætlanir okkar hér á Norðurlandi eystra og vestra eru unnar í miklu samráði við atvinnulíf og hið opinbera til þess að búa til þessa sýn, standa upp úr þessum læk og taka ykkur ákvarðanir. Að lokum, ég var ekkert að spjalla, ég tala oft nýsköpun og ég var að tala við rektor Háskólans á Akureyri nýsköpun. Og hann sagði að hann var að vinna hjá CCP og hafði verið að tala við fólk allan heim umhverfi nýsköpunar og hann sagði eitt af því sem er slæmt og kannski ekki síður í smærri samfélögum er að mistök eða það að eitthvað heppnist ekki strax er svolítið sett niður. Hann sagði á þessu stóra plattformi þá sé það einfallega þannig að ef við höfum ekki gert mistök, ekki klúðrað einhverju og ekki lent í mótbyr, þá skort okkur reynslu. Þannig óska öllum hér í dag innilega velfarnaðar, ótrúlegs árangurs og ef ekki berja okkur niður, vegna þess að þetta er ekkert endilega mistök, heldur verðmæt reynsla. Takk fyrir. Takk fyrir það, Hilda Jana, og sannarlega rétt það sem þú nefnir varðandi mistökin. Virkilega mikilvæg. En næsta kona á svið, hið rafræna svið sem við höfum hér og er kannski einmitt dæmi nýsköpun og hvernig við höfum svona breytt háttu síðustu misserin, er Unnur Valborg Hilmarsdóttir sem er framkvæmdastjóri SSNVAF og ég veit að hún brennur nú sannarlega fyrir nýsköpun á sínu svæði og birtist okkur hérna í stuttu myndbandi núna. Kæru þáttakendur í vaxtarrými Norðanáttar og aðrir áheyrendur. Það er óhætt að segja að það sé hátíðisdagur í dag þegar að við hnýtum endahnútinn á vaxtarrými Norðanáttar. 8 kraftmikil nýsköpunarteymi hafa farið í gegnum 8 vikna dagskrá með ýmiss konar vinnustofum, samtölum, fræðslufundum og tengslamyndun bæði á netinu og í raunheimum. Það er í orðin hversdagslegur veruleiki að gera flest það sem við aðeins gerðum í raunheimum áður í hinum stafræna heimi, hvort sem að það er að hluta til eins og gert var í vaxtarrýminu eða að öllu leyti. Allir þeir einstaklingar sem að mynda þessi flottu teymi eiga eitt sameiginlegt, í það minnsta, og það er það að hafa óbilandi trú á hugmyndinni sinni. Annars væru þau ekki hér. Og alveg eins og þau hafa óbilandi trú á hugmyndinni sinni, þá hef ég óbilandi trú á nýsköpun. Því að ég hef þá bjargföstu trú að í nýsköpun felist óteljandi tækifæri til vaxtar og verðmætasköpunar, ekki síst fyrir okkur á landsbyggðinni. Alveg eins og bóndinn sem plægir jarðveginn og ber áburð á tún til að auka sprettuna, þá er afar mikilvægt að við vinnum saman að því verkefni að skapa umhverfi sem fóstrar nýsköpun á okkar svæðum. Með því plægjum við, alveg eins og bóndinn, jarðveg nýsköpunar og sköpum vænleg vaxtarskilyrði fyrir nýjar hugmyndir og sprotaverkefni. Það er nefnilega þannig sem að verðmætin verða til og einkum á tímum hinnar títumræddu 4. iðnbyltingar í hverju við höfum í raun og veru ekki hugmynd hver störf framtíðarinnar verða.
Ég er því sérstaklega stolt af því samstarfi sem að hér hefur myndast í kringum Norðanátt. Samvinnu okkar hjá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, EIMS, samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, nýsköpunar í norðri, hraðsins og rata með stuðningi frá Fallorku. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka öllum þeim aðilum sem að verkefninu hafa komið fyrir hönd þessara samstarfsaðila kærlega fyrir frábærlega vel unnin störf. Hér hefur myndast mikilvæg regnhlíf yfir störf stoðkerfis nýsköpunar á Norðurlandi. Samstarf sem að svo sannarlega skapar synergíu og magnar upp kraftin sem að settur í það. Og mér segir svo hugur að Norðanátt sé komin til að vera og sé upphafið að einhverju stórkostlegu og ég hlakka til að fylgjast með henni vaxa og dafna í þágu nýsköpunar á Norðurlandi. Ég er alin upp í Norðanáttinni og þekki hana býsna vel. Ég veit að það býr óneitanlega mikill kraftur í henni en hún getur líka rænt okkur kröftum. Hún getur verið frískandi en að sama skapi líka nöpur. Hún getur verið kærkomin svali á heitum degi en líka nístandi kuldi þegar okkur vantar hlýju. En hún kallar líka á að við þurfum að beita styrk til þess að standa keik þegar við fáum hana í fangið. Þannig eflir hún okkur. Og það sama á við vegferð þess sem að vinnur að nýsköpunar hugmyndinni sinni. Krafturinn til staðar, en verkefni getur líka sogið frá okkur allan kraft. Hugmyndin fyllir okkur eldmóði og gleði, en á köflum getur hún líka rænt okkur gleðinni. Við brennum fyrir hugmyndinni, en við getum svo sannarlega brunnið upp. Og maður lifandi, það þarf svo sannarlega styrk til að geta staðið keikur í gegnum allt ferlið og gefast ekki upp þegar við fáum mótlætið og vindinn í fangið. Þessi teymi sem við fylgjum eftir hér í dag hafa svo sannarlega þennan styrk og það hefur verið einstaklega ánægilegt og gefandi að fylgjast með af hliðarlínunni hvernig þau hafa nýtt sér Norðanáttina til að eflast og þróa sínar hugmyndir áfram. Það er von mín að þetta veganesti sem þau fá hér muni nýtast þeim sem ber í seglin til að taka hugmyndir sínar og verkefni alla leið. Öll verkefnin sem við fáum kynningu á hér á eftir hafa burði til þess að fara alla leið, skapa störf og verðmæti fyrir samfélögin hér á Norðurlandi. Ég vil óska þátttökuteymunum 8 innilega til hamingju með árangurinn og þeim sem að staðið hafi í stefnu fyrir hönd Norðanáttar sömuleiðis með mjög vel heppna ferli. Hér hefur eins og ég sagði áðan skapast frjór jarðvegur og það verður gaman og forvitnilegt að sjá uppskeruna á næstu misserum. Ég vil að lokum óska okkur öllum góðs gengis í því mikilvæga verkefni að skapa umhverfi sem að fóstrar nýsköpun á Norðurlandi og búa þannig til verðmæti til eflingar landshlutans alls. Já, þetta er bara geggjað ræður báða tvær og bara ótrúlega gaman að heyra. Þetta er ekki auðvelt, það er alveg þannig, svo þær komum báðar inn á. En nú er komið af stjörnum kvöldsins, þessum 8 öflugu teymum sem við erum öll að bíða eftir að heyra frá. Og fyrsta fyrirtækið á svið er Icelandic Æter og frumkvöðulinn Árni Rúnar Örvarsson er hér mættur einhvers staðar. Gjörðu svo vel, Árni.
Þarna erum við. Nú, léttasta, loftmesta og mest einangrandi efni í heiminum og einnig það náttúrulega efni sem hefur mesta samþjöppun af öllum efnum í heiminum er það sem gerir æðadúnin að þessari frábæru einangrun sem það virkilega er. Ég heiti Árni Rúnar og er framkvæmdastjóri Icelandic Æter og við sjáum um framleiðslu á vörum úr æðadúni og einnig vinnum við æðadún frá hreiðri í vöru og eftir að hafa kynnst æðadúni árið 2016 þá í gegnum tengdaforeldra mína sem eru alin upp við æðadún frá blautu barnsbeini að þá eftir að hafa á stuttum knattspyrnuferli og eftir þrálát meiðsli að þá sneri ég mér að því að æðadúni í rauninni í gegnum tengdaforeldra mína og eftir að hafa unnið sölustörf eftir meiðslin það var ég þreyttur á að borða hádegismatinn minn eftir klukkunni. Og hérna sjáum við tengdamömmu stórglæsileg í æðavarpinu okkar á Hraunum og hún hafði oft talað um það að það væri lágt markaðsverð sem fengist fyrir æðadúnin og erfið sala á honum. Og mér fannst það skrítið það sem þessa frábæru og einstöku vörur að ræða og heimsvísu og fór að fikta með þess áfram við sölu á dúninum og lærði sjálfur inn á markaðinn og tókst að selja allan þann dún sem hún átti á stuttum tíma. Og þess mátti gaman geta að það er 3 tonnum af æðadúni að safna á heimsvísu árlega og þar kemur 80% af því hérna frá Íslandi. Nú, æðadúnin er líka eini dúnin í heiminum sem er ekki reyktur af fuglinum, hvorki dauðum né lifandi. Hann er einnig eini dúnin í heiminum sem er náttúrulega vatnsfráhrindandi og við vildum nýta þessa eiginleika dúnsins sem hafði ekki verið áður gert og það er einmitt ástæðan fyrir því að svefnpokar urðu fyrir valinu. Það sem að það er meðal annars vöntun á fisléttum og vel einangrandi svefnpokum sem þola hitastig undir frostmarki og hægt að nota við mest krefjandi aðstæður á plánetunni. Og pókinn þurfti að pakkast niður í eitthvað á stærð við kókdós sem að þessi póki hérna gerir fyrir frá mig. Og við gerðum þessa prototípu sem við sjáum hérna og hún fór meðal annars þvert yfir hálendi Íslands í apríl síðastliðnum og reyndist afar vel. Fór einnig í göngu í Sierra-fjöllin í Kaliforníu þar sem að hitastig á næturnar var undir frostmarki og reyndist afar vel. Og svo vel að Chris Burkhardt sem þið sjá hérna lengst til vinstri notaði pókann hvert tækifæri eftir að hafa prófað hann þar sem hann talaði um að samþjöppunar eiginleikar pókans og léttleiki væri alveg einstakur. Og enda ekki furða að pókinn er aðeins 450 grömm eða til samanburðar aðeins léttar en smjörstykki og sambærilegi pókar sem þola svipað hitastig þeir eru í kringum 600-700 grömm og þegar hvert einasta gramm skiptir máli eins og í svona leiðangri að þá er munurinn gigantískur. Eftir fyrstu prófanirnar þá stefnum við á að gera pókann ennþá léttari en hann er og það ætlum við að gera með því að breyta uppsetningu hólfa pókans og nota meðal annars efni sem að svipa til þess sem við notaði í einangrun í geimbúningum. Og þetta verkefni mun skapa 200% verðmætaaukningu á kílóverðið á æðadúni, okkar söluverð þar að segja, og það er þá 6-föld verðmætaaukning miðað við heildsöluverð á æðadúni í dag. Og 95% af öllum æðadúni er selt í heildsölu erlendis til. Og teymið samanstendur af mér sjálfum, Erlu, konunni minni sem sjáðu hér, og tengdaforeldrum mínum að sjálfsögðu, einnig af Chris Burkhardt sem sá á glæran hérna áðan, ævintýraljósmyndara, og Brendan Sandow sem er ástralskur svefnpokahönnuður og hannaði meðal annars þessa prototípu. Og við erum með 4% markaðshlutdeild af heimsmarkaði af æðadúni. Og við erum að leita að fjármagni upp á 50 milljónir króna til þess að verkefni verða að veruleika og þetta fjármagn fær í frekari þróun á svefnpokunum, framleiðslu á þeim, ítarlega markaðsgreiningar og meðal annars markaðsherferð sem yrði gerð með stórum nöfnum eins og þið sáu hérna áðan. Og við erum að leita fjárfesti sem kemur með þekkingu inn í fyrirtæki á fatamarkaðinum, útivistargeiranum eða tískugeiranum og getur hjálpað okkur að koma vörunni á markað. Og ég bendi ykkur endilega á heimasíðun okkar, icelandicæter.com, ef þið viljið vita meira þar sem allar upplýsingar að finna mig og hvernig hafa samband við mig. Og svo hvet ég ykkur líka til að tala um hérna eftir og skoða dúnin og pókann.
Takk fyrir mig. Sannarlega áhugavert. Næsta verkefni er ekki síður áhugavert. Sigþóra Kristjánsdóttir frá MiSilica. Gjörðu svo vel. Já, Sigþóra heiti ég og ég ætla að kynna fyrir ykkur starfsemi MiSilica. Hérna sjáum þið jarðvarmavirkjunina Bjarnarflag í Mývatnssveit og er hún elsta jarðvarmavirkjun landsins. Frá henni fellur 40 lítra á sekundu af jarðhitavatni og hluti af því sér jarðböðunum fyrir heitu vatni. Vatni inniheldur mikilvæg steinefni eins og kísill, kalsíum, kalíum, natríumsalt og fleira. Vegna steinefnina í vatninu sáu við tækifæri í að nýta steinefnin í framleiðslu á hágæða steinefnaríkum húðvörum. En af hverju steinefni í húðvörum? Steinefni þau styrkja ytra lag húðarinnar og viðhaldar rakajafnvægi hennar. Þau einnig vernda húðina fyrir skaðlegum áhrifum sem húðin verður fyrir dagsdaglega. Einnig getur þau verið græðandi fyrir psoriasis og eksem. En hins vegar, til þess að geta nýtt affallsvatnið eða jarðhitavatnið, þá þurfum við að hreinsa það. Því í jarðhitavatninu þá eru þungmálmar á borð við arsen og við viljum ekki hafa þau í okkar vörum. Við erum því að þróa aðferð til að hreinsa þungmálmana úr vatninu með nýstárlegri og sjálfbærri tækni. Hreinsunar aðferðin verður svo fyrsta á heimsvísu sem að hreinsar aðeins burt skaðlegu þungmálmana en skilur önnur steinefni eftir. Við ætlum að byrja að koma með 4 vörur á markað sem við munum selja í gjafaöskju undir yfirskriftinni Heilsulindin heim til þín. Þær vörur sem þú munt fá með því að kaupa gjafaöskjuna eru baðbombur sem munu vera innihalda mikið magn af steinefnunum og þegar þú setur þar í baði hjá þér þá er eins og þú verður uppgufin eins og þú hefur tekið jarðböðin í baðið. Einnig mun gjafaöskjan innihalda andlitsmaska sem þú setur á þig á meðan þú ert í baðinu sem endurnýjar og frískar upp á húðina. Það fylgir líka með kerti sem mun innihalda jurtir úr náttúru Mývatnssveitar og er tilvalið að kveikja á því á meðan þú slakar á í baðinu. En síðast en ekki síst, þegar þú kemur upp úr baðinu, þá er það húðkremið sem þú berð á þig eftir baðferðina sem verndar og græðir húðina. Í allri okkar framleiðslu þá ætlum við að standa fyrir gildunum hreinleiki, gæði og traust. Við ætlum að byrja á að setja vörurnar á Íslandsmarkað og stærsti kúnninn okkar eru konur á aldrinum 18 til 56 ára, bæði Íslendingar og ferðamenn og við ætlum að leggja áherslu að ná til ferðamennina. Svo eftir 23 ár á markaði þá stefnum við að fara á erlendan markað. Hér sjáum við tímalínuna á verkefninu okkar og forrannsóknir á affallsvatninu eru lokið og við vitum nákvæma efnasamsetningu vatnsins, hversu mikið af steinefnum við höfum og styrk þeirra þungmálma sem við þurfum að hreinsa. Svo núna erum við það sem að rauðu hringirnir eru. Við erum að þróa aðferðina til að fella út þungmálmana og í leiðinni að búa til frumgerð af hreinsunarbúnaðinum. Við teljum að við séum svona í seinni hluta í þeim fasa. Þegar því er lokið þá getum við farið að stækka búnaðinn sem afkastar meira og munum við stefna framleiðslu í seinni hlutanum næsta ári. Við erum 2 sem stöndum á bakvið MiSilica og það er Fída Apolypte sem er stofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Hún hefur margra ára reynslu af stjórnunarstörfum og hún stofnaði og er framkvæmdastjóri líka hjá Geosilica með góðum árangri. Hún er orku- og umhverfistæknifræðingur og með MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. En ég, Sigþóra Brynja Kristinsdóttir, er verkefnastjóri fyrirtækisins og ég sé þróunina og rannsóknirnar á hreinsunaraðferðinni ásamt þróunin á húðvörunni. Og ég lauk líftækninámi frá Háskólanum á Akureyri og hef komið að ýmsum
rannsóknartengdum verkefnum. Og saman ætlum við að nýta krafta okkar og reynslu á ólíkum sviðum til að framleiða hágæðasteinnaríkar húðvörur. Þetta verkefni hefði ekki getið orðið að veruleika nema vegna öflugra bakhjarla og styrktaraðila verkefnisins. Við erum í samstarfi við Landsvirkjun, Háskólann á Akureyri og Jarðböðin. Einnig höfum við hlotið styrk úr uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og Tækniþróunarsjóð. Ef þið hefði áhuga á að fylgjast með ferlinu okkar þá endilega hvetja okkur til að fylgja okkur á Facebook undir nafninu MeSilica Iceland, en þar ætlum við reglulega að setja inn efni og fréttir af ferlinu. Og ekki hika við að hafa samband ef þið hafi einhverjar frekari spurningar MeSilica. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Sigþóra Brynja. Næsta fyrirtæki á svið er Íslands Þari og ég ætla að bjóða frumkvöðulinn Snæbjörn Sigurðarson á svið. Gjörðu svo vel. Góði gestir, nær og fjær. Íslands Þari mun nýta háþróaða líftækniferla til að fullvinna verðmætar afurðir úr þara og öðrum sjávargróðri með sjálfbærum hætti á Húsavík. Snæbjörn heiti ég og er einn af frumkvöðlunum á bak við Íslands Þara. Mitt hlutverk sem verkefnastjóri er að sinna því sem þarf að sinna hverju sinni og með mér hér í dag er Hafþór Jónsson sem sér allt sem snýr að útgerð og rannsóknum ásamt því að vera lykilmaður þegar kemur að tækjahönnun, tæknimálum og bara almennum reddingum. Með okkur starfar fjölþjóðlegt teymi með sérþekkingu á sviði líftækni, framleiðsluferla, markaðsmála og fjármála og auk þess höfum við notið liðsinnis víða að og ekki síst í stóðkerfi atvinnulífsins hér í nærumhverfinu. Og mér langar þar sérstaklega að nefna SSNE og forvera þess atvinnuþróunarfélögin í Þingeyjarsýslu og í Eyjafirði, auk Eyþings sem hafa stutt okkur með ráðum og dáð og eiga stóran þátt í því að við erum komin á þennan stað sem við erum í dag. Allt sem við gerum hefur sjálfbærni að leiðarljósi og horfum við þar meðal annars til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og það eru einkum þessi 3 markmið sem við vinnum eftir en auðvitað eru öll markmiðin höfð til hliðsjónar, eðli málsins samkvæmt. Megin orkugjafinn í okkar framleiðslu er jarðhitinn og er lögð mikil áhersla á að fullnýta varmann. Framleiðsluferlarnir okkar eru margir og ólíkir og vinna á mismunandi hitastigum og við getum því nýtt varmann í þrepum þannig að varminn hefur verið nýttur á einu stað og einu þrepi þá er hann veitt áfram á næsta varmaþrep fyrir neðan og þannig koll af kolli þar til að orkan hefur verið fullnýtt. Einnig eru spennandi möguleikar í nýtingu þarans í framleiðslu á orkusparandi afurðum. Má það nefna til notkunar sem miðil í rafhlöður í rafmagnsbíla sem bæði eykur nýtingu og ekki síður endingatíma rafhlaðana. Auk þess er hægt að framleiða lífræna skipamálingu úr þara sem lágmarkar núning við hafflötinn og dregur þannig úr orkuþörf skipa við siglingar. Við leggjum mikla áherslu á fullnýtingu og allt hráefni verður nýtt. Nú þegar er hægt að framleiða verðmætar afurðir úr meginþorra þarans og auk þess erum við með spennandi áætlanir verkefni sem ger okkur kleift að nýta hverja örðu sem til okkar kemur. Þannig að það eina sem við munum skila frá okkur er saltvatn sem hægt er að veita beint aftur til sjávar. Vistkerfi hafsins er lykil þáttur í velmegun landsins og við munum gæta því af ábyrgð, framsýni og samkvæmt ströngustu reglum og kröfum sjálfbærni. Við Hafþór þekkjum það vel á eigin skinni að alast upp í sjávarþorpi, þar sem hafið er upphaf og endir alls. Við gerum okkur því vel grein fyrir því að mikilvægt er að umgangast hafið og lífríki þess af auðmýkt og ekki síður af ábyrgð. Framleiðsla á niðurbrjótanlegu plasti úr þara fellur einmitt vel að heimsmarkmiðum að draga úr plastmengun í hafinu og afurðirnar eru einmitt mjög fjölbreyttar. Löng reynsla er af notkun sjávargróðurs til framleiðslu á lyfjum og heilsuvörum sem vinna gegn bakflæði. Einnig er hægt að búa til lyfjahylki úr þara sem brotna niður á réttum stað í meltingarfærunum þannig að upptakan á lyfjunum verði sem mest. Það eru spennandi kostir í framleiðslu á lífrænum sáraumbúðum úr þara sem veita öfluga náttúrulega vörn gegn sýkingum. Og rannsóknir benda einnig til þess að hægt sé að vinna efni úr sjávargróðri sem nýtast vel í að hafa stjórn á blóðsykursmagni og ekki síður við þyngdarstjórnun sem er eitthvað sem getur stuðlað að mun betri lífsgæðum hjá mjög mörgum.
Ef þið hafið einhvern tíma fengið ykkur ís í brauðformi eða bakkelsi með sætri fyllingu, þá er mjög líklegt að efnið sem að bindur matinn saman og veitir áferðina hafi komið úr sjávargróðri. Og ef við horfum til framtíðar, að þá lofa afurðir úr sjávargróðri einmitt góðu sem grind eða svokallað scaffolding þegar kemur að plönturæktuðu kjöti til þess að fá réttu uppbygginguna og áferðina á kjötinu. Svo er bara sífellt að koma betur og betur í ljós hvað sjávargróður og þörungar yfir höfuð búa við gríðarlegum möguleikum til þess að bæta tilveruna. Við munum skapa fjölmörg spennandi og fjölbreytt störf á framsæknum vinnustað þar sem framsýni og sjálfbærni verða að leiðarljósi. Þið finnið okkur á Facebook og annars bara þakka ég kærlega fyrir mig og þakka Vaxtarrýminu sérstaklega fyrir þennan vettvang og hafa fengið að vera með. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Snæbjörn. Næsta teymi er teymið Austan Vatna. Þau eru því miður ekki með okkur í dag. Þau eru í Argentínu. En ég ætla að kynna samt fyrir þau, svona stuttlega vöruna þeirra og við söknum þeirra mikið. Þau voru skemmtilega í þessum hraðli og en þau eru örugglega að fylgjast með okkur í streyminu. En þetta er sem sagt Inga Dóra Þórarinsdóttir og Edu Montoya, vonan fyrirgefið þetta, mynda teymið Austan Vatna sem framleiða chimichurri sósur og fullunnar kjötvörur. Við framleiðslu sína nota þau ærkjöt sem er vannýtt hráefni á Íslandi og stuðlar þannig að nýsköpun í íslenskri matarmenningu. Þau styðjast við argentískar uppskriftir og hefðir á sama tíma og þau horfa til forfeðra á Íslandi og varðandi nýtni og samspil manna og náttúru. Vöruþróun stendur yfir núna og þau ætla að setja vörurnar sínar á markað bara mjög bráðlega og dæmi vöru sem þau eru að þróa eru chorizo grillpylsur, salami hrápylsur, empanadas, eitthvað svoleiðis, kjötbökur, kæfur og beinsóð og margt fleira. Þau nota sérst við staðbundið vannýtt hráefni í bland við argentískar hefðir og lögð áhersla á mikilvægi samspils, náttúru og dýra. Þetta er teymið Austan Vatna. Gefum gott lag. En næsta fyrirtæki á svið er Plastgarðar og ég ætla að bjóða frumkvöðlinn Garðar Finnsson. Gjörðu svo vel. Glæsilegt. Góðan daginn, kæru bændur og aðrir gestir. Kynningin mín fjallar heyrúllaverkefni mitt og ég gæti byrja þessa kynningu á að mála dálítið dökka mynd fyrir ykkur einnota heyrúllaplasti í landbúnaði. Ég gæti líkt þessu við að þessi 2000 tonn af einnota heyrúlluplasti sem flutt inn ár hvert nóg til þess að rúlla allan heiminn einu sinni og svona á táknrænan hátt vera að kæfa plánetun okkar. Já, eins og við sjáum hér. En ég ætla ekki að tala það. Af því að við vitum öll að í þessu felast tækifæri og staðinn fyrir að segja bara neyrúlla, þá segi ég heyrúlla. Heyrúlla þarf góða verkun og með því að lágmarka súrefni til þess að þá verður til votverkun og votverkun leiðir að sér góða gerjun og góð gerjun þýðir það að við getum geymt heyrúllunar við bestu mögulega aðstæður sem til eru. Þannig enn á ný, staðinn fyrir að segja neyrúlla, þá segi ég heyrúlla. Heyrúlla eru margnota heyrúllupokar úr endurunnu plasti sem endast aftur og aftur og aftur. Þeir eru öruggir til þess að koma við heyið þannig að þeir eru ekki ágjur af því. Þeir þola útfjólubláa geisla og þeir þola íslenskan vetur og þeir eru töluvert sterkari heldur en núverandi lausnir. Já, það er rétt, ég ætla að endurvekja gömlu heyrúllupokana. Ég veit að núna taka margir andköf
En ég ætla að poppa þessu upp og ég ætla að gera á meira sexy. Það vona að það spilist ekki áfram. Ég verða með opni hérna ofan með fjaðurplasti, þannig að það er miklu auðveldara að smeygja þeim yfir rúlluna. Þeim er síðan velt upp á flata endan, því við veitum öll að rúllum finnst miklu skemmtilega að vera í partí í stæðunum sitjandi á rassinum. Síðan smellum við bara hérna uppi, flettum niður, lokum á hliðunum og síðan sjáum við hérna ofan á er innstefnuventil og þú notar bara dráttarvélina og þrýstir loftinu úr og þá ertu komið með lofttæmið, miklu auðveldara. Og ef þú vilt hafa þetta ennþá auðveldara, þá erum við líka að þróa búnað sem gerir þetta sjálfvirkt fyrir ykkur og við köllum þetta trollið og það er svona veiði rúlluna upp í og skilur hennar eftir svona eins og ég var að lýsa fyrir ykkur. Þannig að það er í þróun og það verður allt opið og bændur, eða hugsa að bændur smíði bara sinn einn búnað og geti þróað hann áfram. Því ég er bara að gera pókana en ég vil hjálpa ykkur að geta nota þá. Hringrásarhagkerfið er okkur mjög hugleikið líka og við viljum að pókanir haldist innan hringrásinnar og þess vegna verða þær í boði í áskrift og einnig verður skilagjald af þeim svo þeir komið tilbaka aftur af því að við ætlum að sjá þrif og viðhald á þeim. Þannig að ár hvert færð þú bara þinn nýja póka og þeir eru 100% klárir í að vera að nota þær aftur. Ég er sem sagt Garðar Finnsson eða Plastgarðar og ég er svona maðurinn með alla hattana í fyrirtækinu. Ég er í vöruþróun og ég er að senda styrki og ég fæ negin og nokkuð já. Og mitt hlaup, eins og ég vil kalla þetta, byrjaði í apríl í fyrra þegar hugmyndin kveiknaði og ég hélt ég var að fara í spretthlaup með heyrúlluna mína. En eftir allt þetta ferli, umsóknir og svoleiðis, þá 15 mánuði seinna, þá fattaði að þetta var þrautahlaup. Og í júlí á þessu ári, þá tókst mér loks að fá síðasta jáið sem var nóg til þess að fullfjármagna þróun á fyrstu rúllunum. Já, ég fæ stundum þessa spurningu hvort þetta sé í raunstærð, þetta er bara prótótýpa. En ég stefni á því að núna að gera í fullri stærð. Og frumgerðin var klár í október og í dag erum við hér í vaxtarrými og hugmyndin með að vera í vaxtarrýminu núna er að koma svona vörunni til ykkar svo við fáum að sjá hana, svo við getum haft skoðun á henni og eftir ætla ég að kalla eins til ykkar bænda því að núna í desember er ég að fara að flytja inn í aðstöðu í Bjarnarflagi í Mývatnssveit, þessi verkefni þökk sé Landsvirkjun og ég fæ þá loka tæki sem ég þarf til þess að geta gert pókana í fullri stærð og fyrir næsta sumar stefni ég að vera búin að búa til 100 póka og ég er að leita bændum sem vilja taka þátt í þessu með mér og fá þá einhverja póka til sín og koma með feedback aftur til mín. Og síðan er hann endalína þannig í lokin, það er þá sumarið 2023 og þá er heyrúllan klár. Þannig að ég spyr, viltu vera með? Og ef þú vilt vera með, þá sendur mig línu á plastgarðar hjá plastgarðar.is og ef þú vilt lesa meira þetta, þá ferðu bara á plastgarðar.is. Takk fyrir mig. Við þakkum kærlega fyrir. Næst á svið, einnig úr Mývatnssveitinni, er Júlía Björke frá Mýsköpun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Nú komum við prófið mitt hingað. Mývatn er einstakt á heimsvísu, en ekkert svo vatn norðarlega á hnettinum hefur jafn fjölbreytt lífríki. Það hefur þess vegna verið mikið rannsakað síðustu áratugina. Mýsköpun var stofnað í kringum eitt slíkt rannsóknarverkefni, en markmiðið var að kanna hvort þörungar sem hentuðu til nytjaræktunar væru til staðar í vatninu.
Örþörungar og þörungar hafa mjög fjölbreytt notagildi. Til dæmis hægt að nýta þá til að bæta næringarefnum í matvæli og sem náttúruleg litarefni og margt fleira. Þeir eru stútfullir af gæðaprótínum, fitusýrum, steinefnum og lífvirkum efnum eins og andóksrunarefnum. Þeir eru kannski frægastir fyrir að vera hluti af svona hollustu þeytingum, en vissu þið að spirulína er það sem gerir þetta nammi grænt. Og ekki nóg með það, heldur er heimsmarkaðurinn fyrir spirulínu núna metinn á tæpar $400 milljónir og ársvöxtur er áætlaður 10,5% næstu árin sem mun enda er áætlaður yfir $900 milljón virði árið 2028. Vegna fólksfjölgunar verður að auka matvælaframleiðslu í heiminum helming fyrir árið 2050. Eins og sagt var frá í þættinum hvað getum við gert fyrir á þessu ári. Svarið er að eitt af því sem við getum gert hér á landi er einmitt þörungarækt. Hún nýtir hita, rafmagn, koltvísýring, næringu og hreint kalt vatn. Auðlindir jarðhitasvæða á Íslandi henta því gríðarlega vel til slíkrar framleiðslu og við höfum nóg af henni í Mývatnssveit. Engin matvælaframleiðsla nær sambærilegri framlegð á gæðapróteinum og næringarefnum miðað við landsvæði og auðlindir sem þarf til ræktunarinnar. Þörungaræktun á heimsvísu fer að mestu leyti fram utandyra, við miðbaug þar sem nægilegt náttúrulegt sólarljós er til staðar. En þar getur komið upp mengun af völdum þungmálma frá umhverfinu eða annarra þörunga sem blossa upp og innihalda eiturefni. Ræktun innandyra í lokuðum kerfum gefur mun öruggari afurðir og gæðaeftirlit verður einfaldara. Í volgum lindum sem renna út í Mývatn fannst sérstakur mývöskur stofn af örþörungum spirulínu og einnig klórella. Eftir að þeir voru einangraðir hófst tilraunaræktun sem gafst mjög vel og nú er hafin framleiðsla á Mývatnsspirulínu við hlið elstu jarðhitavirkjun landsins. Við erum staðsett í gömlu skrifstofubyggingu Kísiliðjunnar, nú í eigu Landsvirkjunar, sem styrkir okkur með húsnæðinu. Hingað til hafa staðið að verkefninu góður hópur líftækna, lífefnafræðinga og stjórnenda með margvíslegan bakgrunn. En í þessu næsta fasa verkefnisins að koma upp framleiðslu á Mývatnsspirulínunni er það ég, Júlía, sérfræðingur í jarðhita og Auður, líftæknir og matvælafræðingur, en við höfum báðar fylgst með verkefninu frá upphafi og búum að reynslu sem nýtist félaginu. Vegna eftirspurnar þá opnuðum við fyrir heimsóknir til okkar í sumar, þar sem fólk fekk að kynnast framleiðslu á spirulínunni. Við tókum á móti rúmlega 100 manns og fengum frábær viðbrögð og hér sjáum við einn hópinn sem er að smakka eina af fyrstu vörunum okkar, kokteilinn Anda Mývatns úr tilraunaglasi. En önnur varan okkar verður skútaís, gerður af ísfrumunum okkar, Auði, og verða þessar afurðir í boði í Mývatnssveitinni næsta sumar. Ísinn, spirulínuísinn í borðinu hjá skútaís og drykkurinn í jarðböðunum og hótelum svæðisins. Frá stofnun félagsins hefur því verið haldið gangandi á opinberum styrkjum, en nú er næsti fasi að taka við þar sem við bætum við búnaði og aukum framleiðsluna. Búið er að senda afurðina í fyrsta fasa gæðaprófana og við búumst við niðurstöðum bara á allra næstu vikum. Og næsta skref eru leyfisumsóknir og setja upp nýja framleiðslubúnaðinn sem við erum að ganga frá kaupum á. Sá búnaður getur staðið undir framleiðslu á ísnum, spirulínuísnum og kokteilnum. En til þess að við komum loka vörun okkar á markað sem verður Mývatnsspirulínu fæðubótarefnið,
þá verðum við að skala vel upp. Hér mynd á nýja búnaðinum af því að hann svo rosalega flottur. Við ætlum að setja hann upp bara fljótlega á næsta ári. Við leitum á fjárfestum með reynslu af markaðssetningu á fæðubótamarkaðinum og reynslu af því að byggja upp framleiðslufyrirtæki á stærri skala. Við þurfum tæpar 100 milljónir til að byggja upp framleiðslulínuna, 200 milljónir í 1000 fermetra skemmu á Mývatnssvæðinu undir búnaðinn og 200 milljónir í áframhaldandi þróun og sókn á markað. Möguleika þessa fyrirtækis eru gríðarlegir. Endilega kíkja á heimasíðun okkar spirulina.is fyrir frekar upplýsingar og til þess að hafa samband. Og mig langar að bjóða þá gesti hérna á eftir að smakka anda Mývatns hérna úr tilraunaglösum og þeir sem eru að horfa á okkur í streymi eru bara velkomnir til okkur í heimsókn í Mývatnssveitina á næsta ári. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Júlía. Næstur á svið frumkvöðlinn Elva Reykjalín frá Ektafisk. Gjörðu svo vel. Komiði blessu og sæl. Elva Reykjalín heiti ég og ég á og rek fyrirtækið Ektafiskur EHF á Hauganesi ásamt Höllukonunni minni. Ég af 3. kynslóð saltfiskmanna og 5. kynslóðin löngu byrjuð að vinna. Þannig að hjá okkur snýst allt salt og saltfisk og svoleiðis. Salt. Ég reikna ekki með að þið hugsið salt á hverjum degi, en samt eru þið að nota salt á hverjum degi. Salt búið að vera gríðarlega mikilvægt í heiminum í gegnum aldirnar. Þjóðir hafa farið í stríð út af salti. Einn frægasti vegur á Ítalíu liggur frá Róm til saltmýranna við mynni Tíberfljóts og heitir Via Salaria eða saltvegurinn. Rómversku hermennirnir fengu helminginn af laununum sínum í salti. Svo að við sjáum að salt búið að vera mikilvægt. Eins og ég segi að þá snýst allt hjá okkur salt og stundum hreinlega dreymir mig salt og fisk. Þegar aðra kalla dreymir konur á ströndinni, þá dreymir mig þykk saltflögg. Og stundum held ég hreinlega að sé eitthvað að mér, en kona mín Halla segir að ég sé bara fínn, þannig að ég ekkert að stressa mig yfir því, en hugsið ykkur allt salti sem við erum búin að nota fjölskyldan í 100 ár síðan afi byrjaði. Það einhver 1000 tonn og það þetta afsalt sem við höfum bara hent í sjóinn hingað til. Og hugsið ykkur að þetta afsalt var einu sinni nýtt salt sem flutt frá Túnis og alla leið hingað, þannig að það alveg skelfilegt að nýta ekki þessa vöru meira og maður hálf skammar sín í dag en við tókum þá ákvörðun í ár að þróa vöru úr þessu afsalti vegna þess að afsaltið mjög orðið gott, sem sagt þannig að þegar það fer í gegnum fiskinn þá tekur það til sín alls konar næringarefni úr fiskinum og sérstaklega gott fyrir búfé og það þurfa allir salt, allar lifandi verur í hæfilegu magni. Búfé þarf nauðsynlega salt fyrir taugar og vöðva til dæmis.
og það er fleira sem hægt er að segja það, en við erum búin að segja að hanna núna vöru úr afsaltinu með því að bæta í hana ýmsum efnum sem eru góð fyrir búfé. Það er til dæmis fiskimjöl, það er kalk, það er selen, magnesíum og það er eiginlega allt í þessu sem að búfé þarf á að halda því að búfé fær ekki öll sín efni úr grassinu. Við erum búin að gera tilraunir og gefa þetta bændum víða og eins og þið sjáið þá eru kýrnar alveg æstar í þetta. Okkar markmið var að gera vöru sem er á góðu verði fyrir bændur og ég held okkur hafi bara tekist það. Þetta er endanlega varan sem að er bara komin á markað og það er mikið að þakka þessum hóp sem við erum í og þessum frábæru leiðbeinendum sem við höfum, frábæru frumkvöðlum sem eru hérna og þetta var farið að hægja dálítið á sér hjá mér svona 1 ár en með því að ganga inn í vaxtarrými að þá fékk maður svona spark í afturendan og er búin að vinna þetta miklu markvissar en áður og það er með mikil ánægju sem ég get sagt ykkur að 2 stærstu fóðurdreifingafyrirtæki landsins eru búin að taka inn þessa vöru. Miðarnir voru að koma úr prentvélunum í dag. Það er búið að panta hátt í 3000 kíló og nú er bara að fara að hamast í næstu viku að vinna. Menn einhverjir hafa verið að biðja fjármagn hérna frá fjárfestum. Ég myndi gjarnan vilja svona 3 milljónir svo ég geti farið í heimsreisum með höllu minni eftir þetta námskeið. En ég þakka bara innilega fyrir mig. Og við þakkum fyrir okkur. En nú er að koma að síðustu frumkvöðlunum sem stíga á stokk hér í dag og þeir bjóða upp á veitingar á fljótandi formi og ekki að verri endanum. Fólk má bara gjöra svo vel. Það eru þeir Sveinn Garðarsson og Þórólfur Sigurðarson frá Næktabrunni náttúrunnar. Gjörðu þið svo vel. Áður en við förum lengra, þá vil ég benda á að það er svona óáfengt hérna nær okkur og sprúttið er svo þarna fjær. Ykkur er velkomið að velja þar úr. Aðeins að leyfa þessu að sjatna eftir svona sína staði. Æ. Eigum við þá ekki bara að treysta því að allir séu komið með einhvern drukk? Að við í Næktabrunni náttúrunnar viljum kannski bara byrja á því að þakka innilega fyrir að fá að hafa verið með í þessum stórkostlega hraðli Norðurnáttarinnar og allir því sem þar koma. Vitaskuld þeir gestir sem eru hér nær og fjær, hér og þar. Og þá segjum við nú bara talandi um rabarbara. Ég var ekkert að tala um rabarbara, það kemur málun ekki við. En við þekkjum að rabarbara. Hann vex í öðrum hverjum garði land allt og hefur fylgt þjóðinni í háa herrans tíð og hefur fylgt þjóðinni bara gegnum súrt og sætt, bara mjög bókstaflega. En það má hins vegar gera miklu meira með rabarbaran heldur en einhverja sultur og söft. En það er nefnilega það sem er í allflestum glösunum hérna í kvöld er sett rabarbara síder og það er ekki flókið fyrirbæri skal ég segja. Þetta er í þessu glasi er eingöngu rabarbari, vatn og sykur. En sykurinn er svo sem allir farinn. Hann er búinn að breytast í hinn yndislega vínanda sem við þekkjum og elskum
allflest. Sum meir en önnur, það svo sem. En sömuleiðis þekkjum við sem fjallagrös og berjalyng, en þau sorglega gleymast oft nema kannski bara rétt yfir berjatíðina, en það einmitt þau sem eru í hinu glasinu sem er nær sviðinu, sem blágresi, hrútaberjalyng og aðalbláberjalyng, og í raun ekkert meir. En einmitt með áherslu á að þessar afurðir fá að njóta sín á nútíma markaði erum við að sækja innblástur í uppskriftir og matarhefðir hjá lífskúnstnerum og ömmum, sérstaklega í Bárðardal, þegar kemur að grasnetjum og rabarbaravíni. Innblásturinn af verkefninu og grasölunum sjálfu má að mörgu leyti rekja til Þórunnar Gísladóttur, grasalækni og ljósmóður. Hún fór víða við land og skildi eftir sig ýmis húsaráð og uppskriftir. Grasölið á meira en aldarsögu og lifir góðu lífi í Bárðardal og hefur þróast í það grasöl sem þekkist þar í dag og er partur af svæðisbundinni drykkjarmenningu í sveitinni. Nægtabrunnur náttúrunnar er samvinnuverkefni sveitunga í Bárðardal sem hefur það að markmiði að nýta menningararf, þekkingu og náttúruauð svæðisins til atvinnu og nýsköpunar. Við fyrir hönd Nægtabrunnums þá erum við hér tveir. Þetta er hann Sveinn Garðarsson, framreiðslumeistara, vínþjón og Hafnast stakki algjörlega. Slow food. Já, nýkjörinn í stjórn Slow food. Það var rétt. Þetta er svo nýskeið, það er ekki Já, bara. Herru, þessi hér, þetta er aftur hann Þórólfur Sigurðsson. Þetta er spekingur mikill og sælkeri, en það svona ber helst að nefna. Hann hefur með sér 7 ára reynslu af heimabruggi í rabarbaravíni. Alveg urmulinn, búinn að setja í urmulstjórna í menningafélaga og svo hefur hann sölumennsku og alls kyns visku með sér að hafa í þetta verkefni. En þar að auki byggjum við að djúpu baklandi af sérfræðingum úr öllum áttum, en það ber helst að nefna bændur, vitaskuld, við erum með ömmur, við erum með hönnuði, forritara, við erum með fólk í ferðamennsku og náttúrulega ógleymdum ekspertum úr veitingabransanum. En það er okkar draumur að geta boðið Íslendingum og ferðalöngum upp á vöru sem er einstök á heimsvísu. En það er sömuleiðis okkar mikið hjartamál að varðveita þessar uppskriftir og þessar matarmenningu, því að það stendur nú bara hætta á að þessi vitneskja deyi út. Að við viljum bjarga þessum verðmætum í menningunni og auðvitað ásamt því að nýta betur þær afurðir sem vaxa svo feikilega vel hér á norðurslóðum og Norðurlandi. Drykkjamarkaðurinn á heimsvísu hefur tekið stakkaskiptum. Undanfarinn áratug og jafnvel ár. Neyslumynstrið sömuleiðis. Ef marka má rannsóknir í nágrannalöndunum, þá krefst nútíma neytandi eftir rekjanleika, styttri virðiskveðju og áherslu á hollustu og hreinleika með sjálfbærni að leiðarljósi. Auk þess er áfengisleg stífstíll í sífelldri aukningu, en þó vantar ennþá fjölbreytileika á þann markað. En það er fyrst sinn þá stefnum við á sölu á hótelum og veitingastöðum hérna í nærsveitum. Það ber náttúrulega vitaskuld helst að nefna Þingeyjarsveit, Húsavík, Mývatnssveit og náttúrulega inn í Eyjafirðinum. En þessa stundina erum við í viðræðum og búin að fá jákvæð svör og jákvæð viðbrögð við þessum frumgerðum sem við höfum verið að bjóða upp á.
frá svona helstu aðilum hér í grennd, en núna erum við í sterku og virku undirbúningsferli og stefnum þá á framleiðslu og sölu á rabarbara síder, það nú það sem þið eru mörg með í glösinu hérna hjá okkur núna, fyrir sumar 2022. Og vitaskuld með fleiri flokka á sömu forsendum og formerkjum og allt okkar line up, so to speak. Sletta. Það sem heimurinn þarf í dag fjölbreytileiki á markaði með rekjanleika og sjálfbærni að leiðarljósi. Við viljum öll vita hvað við erum að borða og drekka. Við viljum sjá handverkið og það okkar markmið að þróa og framleiða drykki allt frá fjalli í flösku. Skál í boðinu. Ekki. Já, takk kærlega fyrir þetta og til hamingju, þið voru geggjuð. Ég heiti Anna Lind frá SSNE og með mér Kolfinna. Frá SSNE. Já, og við höfum síðustu 8 vikur verið samferða þessu mögnuðu frumkvöðlum og viljum bara þakka kærlega fyrir samfylgdina og það búið að vera svo gaman að sjá ykkur vaxa og dafna á þessum 8 vikum og vera í þessu ferðalagi með ykkur. Ég mun bara sakna ykkar. Og við, það ekki? Jú, ég held að þetta samstarfsverkefni og þeir aðilar sem koma að því, við munum öll sakna ykkar og það verður bara pínu tómlegt jólin án ykkar. En við stefnum nú að því að halda sambandi og hlökkum við til að fylgjast með framhaldinu. Já. En þetta hafa verið 8 vikur. Það fjölmargir aðilar lagt okkur lið og maður þarf kannski helst nefna fjöldin allra mentorum, fyrirlesurum. Við fórum í fjölmargar heimsóknir og við viljum bara þakka öllum þessum aðilum kærlega fyrir. Já, og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu fyrir lóðustyrkir sem við fengum. Akkurat, og Fallorku líka. Já, og við viljum líka þakka teimunum enn og aftur og alla sem eru hér í dag. Og kannski líka bæta við að þakka eins og N4 sem hafa verið að taka upp hérna sjónvarpsþætti sem verða sýndir eftir áramót. Já. Og þökkum mömmu og pappa. Nei, við allir viljum sem endilega kalla teimið okkur upp á svið. Það Norðuráttarteymi. Okkar teymi. Það Sveinn. Frá nýsköpunni í Norðurlandi. Já, og það Sesselja frá Eimi. Og svo það hann Stefán frá Hraðinu. Nokkuð að gleyma ykkur Við erum að gleyma einnig. Nei, en við ætlum áfram að leggja okkar að mörkum að fóstra nýsköpun Norðurlandi og við bara getum ekki beðið eftir að halda áfram og við hefðum Já, Svava! Já, nei, það punchline Já, það punchline af því án þessara konu sem vantar hér á sviðið hefði þetta aldrei orðið að veruleika að minnsta kosti ekki gengið svona smurt og ég vil þakka henni kærlega fyrir þann lærdóm sem hún hefur fært þessu teymi og líka það sem hún hefur gefið frumkvöðlunum okkar. Já, og takk fyrir þetta frábæra umhald. Þetta var bara... Ég finnst við að gefa Svöfu og eitt gott klapp, mörg gott klapp. Og þá bara síðast, en ekki síst, þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir þeir sem voru að fylgjast með í streyminu. Okkur langar til að enda þetta með svona lagi eins og í brúðkaupum. Já. Og já, ég gleymdi skálinu og við skálum hérna. En svona bara svo þið skiljið húmorinn með laginu, þá þetta styrt af lóunni og þess vegna völdum við þetta lag. Þið takkið undir og við tökum dans og takk fyrir okkur. Takk. Til hamingju með teyminn. Skál. Lóa, 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 mér langar svo að hanna til þín brú. Lóa, 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 mér langar svo að hanna til þín brú. Því lífið stutt, já allavega ekki mikið lengra en þú.